Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það helgispjall núna eins og á laugardögum, en núna svolítið sérstakur laugardagur. Það dymbilvikan og þetta laugardagur sem þrungin merkingu. Og við hæfum að fá Harald Örn Erlingsson hingað að borðinu. Geðlækni. Blessaður, takk. Og gúrú. Þú segir kennari, já. Ekki spámaður. Ó, nei. Kennari. Gúru þýðir bara kennari. Já. Herðu, það dymbilvikan og laugardagur og í gær drápu menn Guð og hann rís ekki upp fyrir á morgun. Já. Hefur þetta merkingu fyrir þig? Já, sjálfsögðu á margan hátt. Þetta á sinna margar hlýstaður í öðrum trúarbrögðum, tengt dagatalinu og sólargangi og hefðbundi þá byrjar ferð sólarinnar sérstaklega í Rómaveldi að vori, þá byrjar hrútsmerkið og þá það veturinn sem deyr. Þá það veturinn eða eitthvað sem til í gamla árinu sem deyr með veturinn. Já, það deyr veturinn og það búða nýja tíma og vorið kemur og það fyrir að grenka og svo framvegis. Og tunglið oft þá merkingum lífið og gróskuna, þannig það að koma nýtt líf ef við erum að segja skilið við það gamla og taka móti hinu nýja og fara í nýtt ferðalag og Kristur þarna táknum ljósið sem að endurtaka hringferð sína. Þetta eins og fæðingarsaga en hann að deyja, hann fæðist á vetrarsólstöðum. Akkurat fæðingarsagan vilt færið þannig yfir á jólin bara til þess að sættast við norræna menn sem héldu frekar upp á nýjárið miðjan vetur. Þannig að þar hann látið fæðast honum, sennilega í sögunni fæðist að hausti í stíl gyðingarna á fullu tungli eftir haustjafndægur en þegar hann fæðist í andlegri merkingu, það andlegu dauði og andlegu upprisa. Og finnst þér kristnin vera, hún hvílir á einhverjum gömlum grunni sem tengist sólargangi og ástuðunum og eilífu hringrás náttúrunnar. Já. En svo eitthvað ofan á henni. Það náttúrulega bara eins og í öllum trúarbrögðum. Það er okkur táknræn rammi og sögur og svo náttúrulega einhvers konar tilvísun til siðfræði og andleira iðkunar að reyna að tengjast þessu sem best í okkur. Og eru trúarbrögðin góð til þess? Fyrir suma. Herðu Haraldur, áður en ég fæði til að segja mér aðeins af þér. Að það verður þannig að við Rauðaborðu höfum við rætt alls konar hluti og undanferðið höfum við svolítið verið að ræða af hverju fólk líður svona illa í samfélaginu. Já. Og það menn alls konar skoðanir á því hvað það en það deilir eiginlega enginn að það sé og það ýmsar rannsóknir sem bendir til þess sem hægt að merkja það að fólki líði ekki vel og sé að líða ver bæði ungu fólki, öldruðu fólki og bara fólki almennt. Hvað að gerast í okkur? Já, maður kannski deila hvort það satt eða rétt og hvernig það mælt og hvernig var mælt áður og hvernig þetta að bera þetta saman frá öldu til aldar, en ég kannski svona 25 ára tímabil sem akkurat, þar sem maður má sjá þetta. Jú, en það má velta fyrir sér mörgu, það náttúrulega einhverju leyti kröfurnar sem við gerum til lífsins, það einhverju leyti lífstílinn og það sem hefur náttúrulega gerst til dæmis bara á Íslandi og náttúrulega víðum heiminn að á síðustu 100 árum og enn meira á síðustu 50 árum einangrun einstaklingsins og niðurbrot fjölskyldunar og sem náttúrulega styrkir einstakliseðli okkar og ger okkur hæfar og svona hlutum en einangrun frá fólkinu og náttúrunni, það minni hreyfing, það kannski breytt mataræði, það vinnuálag, það kannski merkingarleysi. Við lifðum áður í, getur sagt ákveðnum trúalegum ramma, nú lifum við meira í svolítið þurrum vísindalegum heimspekiramma sem gefur okkur kannski grinnri merkingu. Við höfum öll eða flest þörf fyrir einhverja merkingu en ég held að bara hreyfingarleysið, einangrunin
og það sem ég vil kalla sko upplýsinga hávaðinn að drepa okkur sko. Það er mikið, við fáum ekki nóg mikið næði til að melta það sem til að melta og vera með sjálfum okkur það sem er alltaf aðalatrið í lífi okkar er í raun og veru nánd við annað fólk það er ekkit eins verðmætt eins og það allt ditt er bara hjón við erum hópdýr lífið best við eldin inn í hellinum já, akkurat og það er það sem okkur vantar helst núna já, nándina við fólk og tilveruna og þú segir næði til þess að melta það sem við fáum að heyra er það þá þannig að það sé betra að melta það einn með sjálfum sér eða er kannski betra að gera eins og við erum að gera núna að ræða saman það já, ég held að bæði geti hjálpað við erum öll mismunandi og það má kannski skipta fólki gróft séð í hvort að við erum á útkverfurófinu eða innkverfurófinu sumir þurfa og una sér ekki einsend og þurfa mikil samskipti aðrið þurfa ákveðið magna einsend til þess að bara halda jafnvægi og hver þarf að finna sína leið já, hver þarf og það er þessi partur af lífinu er að uppveita hver þú ert og sættast við hver þú ert og finna lífstíl sem passar þér og þá væri gott samfélag væri þannig að það myndi styðja við ólíkar þarfir, ólíks fólks. Já, ég held að þetta sé eitt af grunnverkefnum skólans að hjálpa hverjum einstaklingi að skilja hver hann er miðað við aðra og hvað hann þarf en skólakerfið er svolítið villugötum að það snýst í dag staðreyndir en ekki fólkið. Að skilja hver maður er, skilur þú hver þú ert? Já, er þetta ekki bara ferli? Maður er alltaf í stöðu ferli og eitthvað í sjálfum sér. Ok, þá skulum við ég held að fá að reyna að rekja það ferli sem þú hefur farið. Já. Og einhvers staðar er uppafið, hvað einhvern tíma kveiknar vitundin hjá þér, einhvern tíma manstu fyrst eftir þér? Já, það er nú svolítið skrítið. Ég man eftir mér fyrst standandi í fæðingarstofunni og horfa á móður mín að fæða barnið. Já. Horfður á eigin fæðingu? Já. Og hvernig útskýrur það fyrir hvað var þar? Já, ég veit ekki hvort það þarf að útskýra það. Ég bara þetta nú ekkert að ég var núlingur undir móður mín og lýsti þessari mynd í smáatriðum. Hvernig rúmið lá og hvernig var á litinn og hvar var klukkan og hver voru rýmun og þetta passaði við allt það sem hún myndi en ég veit það ekki en þetta er allavega fyrsta menningi hvernig sem við viljum túlka hana En leið mér að spyrja bara eins og hinn vantrúaði, hvernig má þetta vera? Hvað gekk á í fæðingunni? Jú, ég var náttúrulega sennilega nær dauða Við fæðinguna? Við fæðinguna, já, það var mjög löng fæðing og ég er svona komin á heljar þrömm þarna. Þannig það er sál barsins sem að stendur þarna. Það er þetta er ekki fortilveru sál sem er að bíða eftir nýju hylki. Já, sjónarhornið var eins og ég væri í fullri stærð. Í fullorðin stærð. Það er ekki sál bara í einni stærð? Ég veit það ekki, sjónarhornið var þannig, sko, og mér fannst ekkur vera við hliðina á mig líka. Já. Og hver geti það? Ekkur góðviljaður, ég veit það ekki, karlmaður, ég veit ekki hver hann var. En ef að þú hefur ekki ratað aftur inn í litla bandið, hvað hefur orðið um þig? Já, það veit ég ekki. Það er, maður getur haft ýmsar hugmyndur hvað gæti gert, en maður veit ekki. En þetta er trúaleg reynsla, það sem verið kallað, eða andleg reynsla, hvað er þetta kallað? Já, menn deila hvað á að skilgreina svona, sko, trúaleg reynsla oft er sett í samhengi við reynslu, í samhengi við hugmyndaðum einhverja vissa trúabræða. Andleg reynsla kannski bara sama orð en leggur frekar áherslu á hvað er að ske. Andleg reynsla oft tengist því að menn hafa annars sjónarhorn, komast að djúpri tengingu, eru kannski handan tíma rúms, upplifa eitthvað unað eða eitthvað sem erfitt er að festa í orð. Það reyndar kemur mikið seinna sko upp úr þessu, sko.
í lífi mínu sko, svona andleg reynsla. Hún var fastagestur hjá mér. Já. Og hvenær þá næst? Já, það sem ég man næst eftir ég sennilega 3-4 ára gamall og þá ég í draumi og ég þarna bara í íbúðinni sem við byggum svo Rauðalæk 69 og ég að horfa út gluggan og ég sé bara einhverja ljósveru rigna niður í kringum allt húsið og ég fyrir glugga og mér finnst þetta undursamlegt og það var einhver sko svona óumræði gleði í brjóstinu og þetta fylgdi mér allan næsta dag og þetta kannski sko fyrsta reynslan af einhverju svona birtu, ljóma undursamlegri gleði sem fer að vitja mín. Og hefur fylgt þér? Já, nær kannski hámarkið þarna sent á unglingsárum sko, en hefur komið alltaf af og til. Þannig að þetta er upplifun sem er sterk í sem mjög sterk, já. Já. Svo fer hún já. Og þá kemur bara mánudagur eftir. Já, en hvernig flytur þessa upplifun sem er líklega fullvissa einhverja fegurð og einhvern frið, hvernig flytur það inn í erilsaman mánudaginn? Já, það kemur söknuður. Já, þú vilt fara aftur inn í... Já. En það er ekki búið? Já, jú. Sko, ég er svona 14 ára gamall þegar ég fara að kynna mér alls konar hugrækt og andlegar iðkanir og bara sjálfur las mig til og fór að gera tilraunir og það fór að kveikja þessu meira og meira. Þannig að með alls konar áköllum, bænum, öndunaræfingum sem að ég fór að stunda mjög mikið krafti upp úr því, þá fór þetta að koma meira og meira með svona tæknilegum aðferðum. Þannig þú getur ítt undir það, þú getur gert þig opnari fyrir upplifun. Þú getur ekki gert ráð fyrir það að komi en þú getur svona ítt undir það þessi líklegra. Haft hörðin opna. Já. Og þetta var gott að komi Guð á gluggan. Já, og nú er einmitt sko svo skemmtilega rannsóknir sem sýna að andlegt heilbrigði það getur batnað mjög mikið við andlega reynslu. Já, það snúast hugvíkandi efni að ykkur leitið ekki? Jú, þau eru náttúrulega bara eina mörgum leiðum sem geta kalla fram andlega reynslu. Svolítið svindl, svona? Já. Svolítið svindl, svona stytta leiðina? Já, menn deilum það, sko, hvort það er svindl eða ekki, sko. Hvað er svindl? Ef þú gerur öndunaræfingar eða teygjuæfingar eða ert í bæn eða ferð með þulur eða tekur hugvíkandi efni, er eitthvað annað betra en hitt, er ekki spurningin frekar í hver er áhrifin og hvað áhrif það hafa á þig og hvaða merkingu það gefur þér frekar en afhverju það skeiði sko. En er ekki þegar fólk verður fyrir andlegri reynslu þá þá sérðu eitthvað, þá sérðu oft sjálfa þig með svona frá öðru sjónarhorni það getur verið, ég upplýði það mjög mikið mjög sterka upplifun en það sem ég var að segja áðan en síðan kemur mánudagurinn svo kemur mánudagurinn og hvernig flýtur þú á milli verður þú varanlega breyttur eða er þetta einhver uppgötun, einhver sannleiki sem að þú fékkst að sjá inn í sem þú flýtur með inn í þennan gráa mánudag sem verður manni okkur með? Mjög góð spurning. Ég held að þetta gefur manni kannski annan hugmyndaheim. Það sé kannski eitthvað meira til og að hvað er mikilvægt, þetta verður oft það mikilvægast í lífinu að eiga einhvers konar þáttöku í þessu ástandi en þetta gefur manni líka svolítið nýtt sjónarhorn að ís og þess ytra og innra verður ekki eins mikilvægt maður getur aðeins staðið til hliðar við stormin í lífinu eins og gerir stundum þegar fólk lendir í háska að það er þá verður fólk sér oft svona lífið með öðrum hætt og eftir þegar þau eru horft fram í það að það var nálægt í að bara algjörlega missa lífið og þá gefur fólk orðið stundum ég þekkti eins og mann sem að lendi í svona bílslisi og visti eiginlega fót sem að vera græddur á hann aftur
og var svona hörkunagli, já, en hann var blíður og góður Akkúrat. í svona Já. 1,5 ára eftir. Já. svo var það náttúrulega samur. Já, en samur aftur. En þetta er mjög mikið rannsakað og kannski einn kollegi minn sem er nú að koma eftir laun í Bandaríkjunum, Bruce Grayson, hann er sá sem hefur rannsakað mest nær dauðareynslu og það er, ég man ekki kannski tölunar alveg, en það er svona 50-60% af þessi verða fyrir nær dauðareynslu verða fyrir það sem myndu kalla andlegri reynslu og við það breytist oft svona verðmæta matið, hvað er mikilvægt í lífinu. Já. Og svo er kunstin að viðhalda því. Akkúrat, án iðkunar án þess að taka það lengra þá vill það gjarnan deyja út. Já. Það getur verið erfitt að finna leið til þess að viðhalda sannleika sem þú færð eitt augnablik. Mjög. Og öll hinn augnablikin er eiginlega að segja þér að þessi sannleikur sé ekki sannur. Akkúrat. Já, þetta eru mismunandi veruleikar. Já. Já, þú ert mest í þessum mánudegi. Já, akkúrat. 99%. Og hvað hefur maður að gera þá við sannleika þessara heilu augnablika inn í mánudaginn? Er það gott veganesti? Hjálpar það okkur við að lifa af mánudaginn eða hjálpar okkur við að skilja mánudaginn? Já, gerir það okkur betri í mánudagsverur? Já, ég held að þú vorum að tala ánægju fólk að ég held að við erum verur með merkingu hvert sem það merkingar heimur er og hann gefur ákveðina svona lífsins sátt að hafa merkingu sem að innifelur eitthvað sem er á bakvið að þá er maður ekki bara þangið í sjónum sem að hendist til og frá það kemur eitthvað akkeri sem að við trúum því allavega sem við trúum að þetta akkeri síðan. Já, ég vil ekki nota orðið trú í þessu samhengi. Við erum þess fullvissa akkeri síðan en við getum ekki snerta. Já, ég myndi segja við vitum, við þekkjum og við getum tekið eftir því jafnvel í stormi dagsins. Herðu, Haraldur litli, hann hefur verið næmari heldur en fólk er flest. Svolítið, já. Er þetta gjöf? Ég held að þetta sé bæði. Þetta er sannarlega gjöf og sannarlega ferli sem að hefur mér þótt mjög verðmætt en gerir maður kannski píltu öðruvísi og kannski með mig maður ræðir þetta ekki venna fólk þegar maður komin á 20-aldur þannig að þetta er svona innri veruleiki sem maður á með sjálfur sér og gerir maður kannski eins og segir svolítið næmari, svolítið viðkvæmari stígur svolítið tilbaka Ef þetta er hæfileiki svona eins og bara tónlistargáfa Akkúrat Þá hefði verið sagt við Harald að þú verður að rækta tónlistargáfu þína. Já, akkúrat. Bæði fyrir þig, af því að þú getur aldrei orðið heill nema að rækta þessa gáfu þína. Akkúrat. En líka bara fyrir okkur hinn. Var ekki sem sagði þetta við þig þína gáfu? Ég man nú ekki eftir því. Þetta er ekki flokkað með sama hætti. Þetta var náttúrulega tilfellið að ég hef ræktað þetta allæfi. Að ég hef lagt mér fram að kynna mér andlegar aðferðir og hef farið í gegnum fjöldan allan af andlegum skólum og hef stundað hugrækt og svona veit ég hvað andlega vinnu alla tíð og er náttúrulega eins og þú kallaði mig gúruð þarna á hann sko, ég hef verið að deila svolítið minni reynslu við þeir sem hafa áhuga á Ég var ekki að hæðast með að segja Nei. Ég var bara að reyna að finna rétt að því að mér fannst gælanir ekki ná utanum Nei, þetta er nú kannski eitt af humbúk sko fagsins að við erum svolítið feimnir við andlegu hliðina ég var nú svo heppinn að einn af mínum kennurum er eitt sem skrifaði eiginlega kennslubókin í Bretlandi að taka andlega geðsögu það sé að þegar þú ert að hitta fólki í fyrsta skipti að þá er mjög mikilvægt að átta sig á andlegri hlið viðkomandi hvort sem hún er trúarleg eða fólk getur
átt mjög andlega stundi með músík eða útivist eða eitthvað svoleiðis, en þetta, hvernig maður finnur ró og frið í sálinni og hvaða merking það hefur í þeirra heimsmynd skiptir með miklu máli og ekki síður þegar maður lenda í krökkum. Já, það var ráðríking gamals blaðamanns til ungra blaðamanna að spurja alltaf trú. Já. Ég held að bara sömu ástum þú ert að segja núna, að þú kynnist náttúrulega ekki í manneskjunni. Nákvæmlega. Og svo það líka þannig að það er svo sjaldan spurt þetta. Mjög. Að þú færð alltaf svo áhugavert efni með því að spurja þessa hliða fólki. Og svo kemur það líka ljós að þegar þú spyrðum svona hluti að því að fólk tala svo lítið þetta, að þá er fólk svo þakklátt og fyrir að segja þér alls konar sögur. Já, þetta er svona prívat. Já, bara verið einhver reynsla í sambandi við foreldrana eða æskuna og eitthvað svona sálarþroska fólks sem að við tölum alltaf lítið Já. En þú segist ekki að var þetta þá, ertu alveg upp á heimili þar sem að ert þú eini ljósálfurinn? Nei, sko, ég er náttúrulega fæddur í Kaupmannahöfn og faðir minn er þá að læra þar heimspeki og en eitthvað slettist upp á vinskapinni á hjónunum og mamma fór heim bara einhverjum vikum eftir ég fæðist. Þau voru bæði svolítið á þessar andlegu línunni, svona spyrjandi og leitandi, ekki kannski trúið í hefðbundnum skilningi en leitandi á ýmsum leiðum og þetta sveif svona yfir vötnunum á heimilinu sem ég vex upp á með móðum minni og systkinum og fóstuföður og mikið af þessum bókum og einmitt þegar ég er svona orðin 13-14 ára þá byrja ég að lesa alla bækurnar heima og þar sótti ég ég held að fyrsta bóki sem ég las var ekki um þetta heldur dáleiðslu í þarna á 19. öldinni og öll þau fyrirbæri sem þar voru, þannig ég byrjaði svolítið í tauga- og geðlækningunum og þannig ég fór yfir í andlegu málin þannig að það hjálpaði en þetta svona sveif yfir vötnunum þarna. En ekki beint þannig að þú væri að ræða reynsluðinni? Nei, alls ekki. Af hverju heldur að nú er þetta sterkast upplöfu sem maður verður fyrir? Já. Af hverju deilur hún ekki með öðru fólki? Bara ekki hugmyndu það. Er það bara innbyggt í okkur að þegja yfir þessu, að þetta sé eitthvað sem er kannski skammalegt? Nei, það var sannarlega ekki skammalegt. Það fylgdi því einhver djúpt þakklæti. Þetta var einkanlegt sem þú gætir ekki til með öðrum. Já. Hugmyndin það að annað fólk það er náttúrulega ekki hægt að útskýra andlega upplifun fyrir öðru fólki nefnum að gefa svona veika hugmynduna. Já, akkurat, sko. Og ég, fyrir utan þetta þá kom til mín oft svona, ef ekki að kalla það hvítklædd kona eða gyðja og af og til í gegnum alla barnæskuna og þetta var svona mín huggun, mín sálar næring en nei, ég tjáði mig aldrei um þetta. Og er þessi hvíta gyðja, er hún svona þín vendargyðja? Já, ég held ég verðum að segja það. Haldið blessun yfir í æsku? Já, ég held það, já. En lentur þú í raunum? Já. Ég lendi í raunum. Þannig að þú þurftir á vendinu að halda? Ég þurfti á vendinu og styrknum að halda. Já. Viltu segja mér frá þeim raunum? Ég veit ekki hvort það er viðeigandi, sko, en það var svolítið erfitt heimili sem ég ólst upp. Ég er náttúrulega, barn og fyrra hjónabandi og ég átti mjög erfið samskipti við fóstuföðu minn og það fór vaxandi eftir sem ég var eldri og leiti til þess að ég yfirkaf heimili mitt 14 ára gamall og flytt til að Moafa. Þannig að það hefur sennilega átt þátt í því að ég þurfti eitthvað svona innri styrk og innri fullvissu. Þannig að þú tilheyrir ekki að fullu hópnum sem að þú tilheyrir. Akkurat. Þú varst ekki áðin velkomin af Nei. Stóra ljóninu. Ekki alveg, sko. Nei. Akkurat, ekki alveg partur af fjölskyldunni. Ég er sömur reynslu, ég er að flutta heima þegar ég var 15 ára. Já, við erum á sama bátnum. Já. Þetta er svona. Þetta gaf mér mikinn styrk og
að hérna fara úr þessu umhverfi til foreldrana og þar fekk maður mikið ró og mikið einmitt rými til að sinna sínum andlegu iðkunnum og svo framvegis. Það fekk að vera svolítið sjálfvala en elskulegt umhverfi. Þannig að það var mikil gjöf. Já. Ég reyni að halda þessu fram við dóttur mína sem að er hérna, það er gott að ég aldrað fóreldra. Ég held það sko. Já, það er það. Ég segi henni frá þinni sögu. Já. Það er svona meiri ró hjá fólkinu sem er orðið fullorðið sko. Það er ekki stormarnir. Ég held að, móðir mín var með svolítið stormótskap og það var náttúrulega partur óstöðleikunum á heimilinu og átti erfiða stundir og hérna auðvitað tímabili með þunglindi líka og þannig að maður kynntist þessu í uppeldis heimilinu. Hefur þú svona sjúkdómsgreint þannig á síðar árum? Já, maður sér hennar eiginlega. Óttar Guðmundsson sem má ekki lesa Íslendingasögunar á sjúkdómsgreina allar persónur. Já, hann er ægilega skemmtilegur. Já. En er þetta sem að gæla hann að gera þegar þeir horfa aftur að... Já, þetta er nú kannski svolítið platt. Við gælarnar erum alltaf að reyna að túlka og setja í ramma alls konar fyrirbæri hjá fólki sem eru í sjálfu sér eru bara mannlegir og eðlilegir. En við kannski sjáum erfiðustu hliðina þar sem fólk er ekki lengur að höndla og alltaf spurning hvar á setja mörkin hvað eru sjúkdómar og hvað eru bara eðlilegt líf. En faðirinn, fer hann úr sínu lífi eða? Já, hann náttúrulega kemur ekki heim til Íslands fyrir en ég kom inn eiginlega langt undir 20 og við reyndar kom heim, við reyndum nú að ná saman hjónin áður en skildu og hann var að vinna á einmitt á heilsuhælni Hveragerði sem nuttari þarna í 2-3 ár áður hann fer svo til Þýskalands og fer að læra sko vísinda heimspeki og síðan sálarfræði. En ég kynnist honum ekki aftur fyrir en þarna 17 árum seinna. Og næstu í fulltíða maður. Já. Og hann gekk mér náttúrulega aldrei í föðurstað. Hann var í besta falli kunningi. Já. Þannig þið voru ekki tengdir. Við vorum aldrei nánir. Þið haldið upp í kurteislegum samtali en ekki mikið frá það. Nei. Og vantar í þig föðurinn? Ertu að leita sóttur í eldri menn til þess að eftir ykkur leiðsögn? Ég átti náttúrulega yndislegan afa. Já, og ég á sko svona starfsferli mínum hefur átt sko marga mjög góða yfirmenn sem hafa verið svolítið svona föður ímyndir sko og kannski það sem að kannski heilaði þennan föðumissi mest að ég var meðlimur í svona karlahóp, sálfræði karlahóp í 15 ári í Bretlandi þar sem voru eingöngu karlmenn og voru einmitt að vinna úr lífi sínu, tengslum sínu við aðra karlmenn og konur og þetta var mjög gefandi fyrir mig og var svona grunnurinn að við satt minni setna vinnu með í hópum. Þarna voru sálfræðingar og andlega leitandi menn og viðskiptajöfrar og svo framvegis. Þetta var mjög skemmtilega vinna. En af hverju voru það þessu? Er það vegna þess að við erum öll krumpuð en kallarnir eru krumpaðir eftir eldra? Já, kallarnir eiga bara við vaxandi erfiðleika undanfarna áratugi því þeirra gamla hlutverk á ekki lengur við og þeir þurfa svolítið að finna sig upp og nýtt. Og eru að leita út allan heim. Já, akkurat. Herðu, en þú velur að fara í læknisfræði og gerlæknisfræði. Það er stundu sagt þú þekki það er sagt hérna, guðfræðina að hún drepur alla trú. Ef þú kemur með einhverja trú inn í guðfræði þá hérna, myndu missa hana leiðinni. Algjörlega. Og sá sem að kemur með andlega upplifun inn í gerlæknisfræðina, hann mun sko tapa. Jú. Það ekki? Já, sko, ég segi þetta er kannski skemmtilegt að í menntaskóla þá var mín sérgáfa var stærðfræði. Hún var bara eins og að drekka vatn. Gekk það mjög vel, sko. Og allir sögðu mér haldið þú verður að fara og læra stærðfræði í háskólanum. Á þessum tíma ég svolítið einræðn og svona og ekki kannski góður að tjá mig og ég sá það fyrir mér
ef ég er meiri starffræðingur, er því algjör nörd og kæmist aldrei út úr því hlutverki. Svo var náttúrulega andlega liðin sem var með verðmætt, þannig að ég velti fyrir mér að fara í guðfræðina, en eins og þú segir, sko, ég sá fyrir mér að þar myndi ég alls ekki lifa af, en sá fyrir mér að í læknisfræðinni myndi ég þó minnstu kosti læra að umgangast betur fólk. Já. Og gaf hún þér það? Hún gerði það svo sannarlega. Af hverju er það? Já, stundum er það læknir, heilbrigðiskerfið náttúrulega svakalegt híraki, sem að læknirinn trjónir efstur og neðstur er sjúklingurinn, sem er hæðsta sjúklingnum, hann er átt að vera í slopp þar sem hann er berað aftar. Akkurat, þetta er bæði hermennska og auðmýkt. Sko, þú settur bara á gólfið og þetta berga þér og færð mjög litla handleiðslu og bara finnur út og er samviskusamur og vinnur mikið og það allt sem þetta er bara manndómsvíksla, en á móti ertu stöðut með fólki á erfiðum stundum og færðu það verið návist fólki og sína þeim nærgætni sem á erfiða stundir, og þetta er svo gefandi og þetta er blessunin í starfinu og opnar hjartað og maður þarf að læra að vera sko sannur í alvöru með opið hjarta í návistu með fólk sem á erfitt með þá stundina. Er þetta þín reynsla af kjærleiksfræðinni eða er þetta universal? Er þetta sem allir kjærleiknar upplifa? Það er nú, ég þarf nú kannski að breiðast upp í svolítið grín, sko, að ég náttúrulega læri kjærleikningarnir í Bretlandi og það er eiginlega fyrsta sem maður lærir í því að vera í samskiptum við fólk, að vera faglegur, að spurja faglegra spurninga, vera fjarlægur, sína kurteisi og hæfilega samkennd, en vera í raun og veru mjög ópersónulegur. En ég ákvaða bara í þessu námi að þetta er þessu regla sem ég myndi brjóta. Ekki skilja sálinn eftir í fatanginu? Nei. En þú varst varaður við því raunverulega í kerfinu, ertu varaður við því að tengjast, að finna til og mikið með sjúklingunum. Já. Er viti þeirri því? Já, ég held að það sé einhverju leyti viti. Ég get nú bara sagt að fyrstu 2 ári sem ég er að vinna þarna niður í Brighton að þetta voru sannarlega erfið ár að vera að vinna með mjög mikið veiku fólki, og maður kannski tók fyrstu árin upp þessar tilfinningar hjá fólki og kom með þær heim og leyfði sér að vera opinn og næmur gagnvart fólki. Þetta voru sannarlega erfið 2 ár, en einhvern veginn komst maður upp á lagið að vera bæði opinn og sitja ekki eftir með tilfinningarnar, og það var góður staður að vera á, sko. Það er eitthvað tíma að læra. Já. Það þarf leikni eða það er eitthvað svona leikni. Lesið til um þetta. Nei, maður var bara að hugsa það og finna leiðir og velta fyrir sér, og ég var kannski svo heppinn að það var klukkutíma að keisla heim í lok vinnudagsins og það gaf manni svona andrými til að sleppa og finna ró. Þú sagðist að í mentó það hefur verið óttast að verða of einræn. Varstu, einmannabarn? Aldrei einmanna. Nei, áttu marga félaga og vini? Já, ég átti alltaf einhverja félaga, en aldrei kannski marga. Alltaf einhverja, en ég var ekki endilega hrókur alls fagnar, ég var svona frekar feimin og tilbaka. En það hefur breyst? Já. Já, það er svona, það fer að breyta svona upp úr 20. Já. Og þá líka út í Bretlandi? Já. Bretland svona nokkru sinnum, það er svolítið straumhverfi í þínu lífi að hafa valið kjærleiksfræði og farið til Bretlands að læra það. Það hefur haft mótandi áhrif. Já, það er nú kannski löng leið þangað, sko, ég byrjaði eftir útskrift, þá byrjaði ég í taugalækningum og var á Grensás og lyfjadeildinni í 5 ár. Fór svo til Englands og lærði á Queen's Square sem er svona mekka taugalæknisfræðinar og svona mjög gaman, en orðið fyrir svolítið fjárhagslegu skipbroti þar, stóð ekki undir mér þar með fjölskyldu og börn. Þannig ég fer fer heima að vinna í héraði og var þar í 4-5 ár svona með hléum.
og lendir svo í slysinu í Flateyri og læknirinn á staðnum og hafði þessum tíma verið að læra einmitt sko ýmiss konar sálfræðilega meðferðir og sem nýttist mér mjög mikið þannig í snjóflóðunum á Flateyri og upp úr því ákveði það er nú kannski komið tími á að fara í geðlækningar. Ég ætlaði eiginlega fyrir uppæði þegar útskrifaðist að fara í geðlækningar en í náminu þegar ég var á Kleppi þá kannski af því ég var næmur og viðkvæmur þá hryllti mig við geðdeildunum. Þetta voru svo dimmir staðir, það var svo fólk sem var svo mikið veikt. Hvað árið þetta? 1980? Þetta er eitthvað fyrir 1980 sko. Þannig að þetta vísa á deild 1 þarna upp í Ári í Kleppi. Já, á Kleppi sko, það var mjög erfið reynsla fyrir mig þarna á geðdeildinni sko, og ég segi bara þetta er það sem ég vildi gera en þetta bara get ég ekki. En svo þegar ég búin að lenda þarna í Flateyrar slyssunum þarna og reyndar áður í snjóflóðunum á Ísafirði og snjóflóðunum á Súðavík og skipsköðum og þá var ég fann að mennta mig í áfalla vinnu. Þannig að ég ákveði að fara í Gelmsland til þess að sérmennta mig í áfallavinnu og það verður svo raun og veru mitt undir sérfag áfallavinnan. Þannig að þetta eru mörg ár þessi leið. Já, ég fór mjög langa leið inn í Gelmslandina sko og sem nýttist mér mjög vel og að hafa þennan afstöð að komast inn að fór ég fljótt inn í að dýfka mína sálfræði þekkingu og meðferði bæði Freud og Jung og tók masterspróf til dæmis í hugræfni atferlismeðferðin á bakvið var náttúrulega Jung minn lærimeistari sko en var alæta á allar sálræna meðferðir sem að hjálpuðu við áfallavinnu. En leiðin inn í svona tauga líffræði, það er frá sálinni að því að kanna heilastarfsemina og kannski séu við ekkert annað heldur en boðefnin og sem þetta verið svona ríkjandi hugmyndir í geðlæknisfræðin fram okkar tíma. Einmitt sko upp úr svona 1995 verður eiginlega klofningur innan geðlæknisfræðinar og alveg svo þú ert að vísa til að það verður ofan á svo afstaða að geðlækningar séu boðefna bilun og frekar en að þessi gamla hugmynd bara evrópska menningar sem að þróast náttúrulega betur með Freud og Jung og þeir sem á eftir komu að hún var eiginlega sett til hliðar og menntun geðlækna byggðist fyrst og fremst á að skilja einkenni mismunandi boðefna truflana og í besta falli læra grundvöll í hugræðni atferlismeðferð og bara atferlismeðferð en ég myndi segja að þetta er og þínir menn Freud og Jung litnir á sem einhverjir bara bjánar, ruglukollar sem eiga til er bara miðöldum en ekki í nútíma. Nákvæmlega, því að verður við tímamóta rannsókn þarna í kringum 1995 menn sem ég þekki ágætlega, þeir voru fengnir af heilbrigðisráðuneytinu í Bretlandi til þess að gera úttekt á öllum sálfræðilegum aðferðum sem vitað og hverjar eru og hvað rannsóknir hefur verið gerðar til þess að sýna fram hvort það virkuðu. Og þeir gerðu sem alltaf ekkert grein fyrir þessi ágætu menn af hverju voru beðnir þetta. En í stuttu máli þá voru henni bara mjög fáar sálfræðilega rannsóknir á þessum tíma sem höfðu fengið nægilega rannsókn að þær fengju markaðsleyfi. En þegar rannsóknin kemur út að þá notaði heilbrigðiskerfið þetta sem sem afsökun til þess að hætta öllum sálfræðilegum meðferðum nema þessum höfðu sko þennan vísindagrunn. Svo síðan alltaf hafa eiginlega allar þessar aðferði verið sýnd af þeirra engu verri heldur en þessar sem voru búið að rannsaka. En þetta var notað til þess að loka á margar hefðbundnar meðferðir og breyta meðferð og kennslu geðlækna til hins verra sem ég myndi segja. En af hverju? Hver er eitthvað sem stýrir þessari breytingu eða þetta í loftinu? Já, ef ekki að segja bara að þetta er í takt við bara raunhyggju, svona getur við sagt svona eðlisfræðilegri hyggju
alveg svo verið með hugsanir og tilfinningar að þetta eins og verið með efni og bylgjur, ljós er fótón eða bylgja, að raunhyggjan að reyna að festa veruleikan í form og þessi formhyggja, hún hefur ráðið ríkjum undanfarna öld og hendaði mjög vel okkar grunn hugmyndafræði að taka það svolítið bókstaflega meðan tilfinningin og merkingin sem á bakvið að hún var kannski ekki eins mikilvæg og héldum, en svo náttúrulega hún engu síður mikilvæg. Það þarf að haldast hendi í hendi. Já. En það líka hægt að ég geti grætt á að þú skrifar lífsæðla fyrir geðlífum, en ég geti ekki grætt á því að þú sért með einhverja viðtalstíma. Nákvæmlega. Það bara ekki... Og þetta náttúrulega eitt af grunn vandamálu læknisfræðinar að á undanförnum 50 árum, og þetta náttúrulega besta efnarslega mótil í læknisfræði eru lyf, stundum lækningatæki og engar meðferði komast inn sem skráðar meðferðir nema sé búið að gera mjög ítarlega rannsóknir og þessar rannsóknir kosta oft milljarða og það er ekki efnarslegt módel með sér að græða á þessu. Þannig að þetta er mjög hentugt kerfi til þess að búa til eitthvað sem þetta er að græða á. Annað kemst ekki inn og þetta er eitt af nútíma vandamálum, ég bara læknisfræðina almennt, að það er ekki módel til að styrkja aðrar vanlegar meðferðir sem er ekki endilega bókstaflega til að græða á. Það geta verið til hagsbóta fyrir þjóðfélagið en ekki endilega fyrir einhverja fjárfesta. Það geta verið góða fyrir samfélagin, ekki arðbærar fyrir fyrirtæki. Já, og þetta er alvöru vandamál og ég átti meira að segja samræðu við fyrirverandi heilbrigðisráðherra þessi mál að það er mikið þörf á alheimsvísu, alveg eins og við höfum alþjóða heilbrigðismálastofnunina, þá þurfum við óháða stofnun, alþjóðastofnun sem að tekur að sér þetta verkefni, annars vegar að safna peningum frá kannski einkaaðilum og ríkisstjórnum og hins vegar safna vænlegum hugmyndum til að rannsaka sem geta orðið fólkinu til ábóta þó það sem geta verið lyf og gröss og sálræn og líkamlega meðferðir og framvegis sem eru vænlegar til rannsókna til þess að hjálpa öllum þó að engin bókstaflega græði á því sem einstaklingur en auðvitað mögulega mjög mikið mögulega þjóðfélagi. En þessi svona, hvað við segja, svona manngildis hugmynd sem að tengist þessum svona boðefna búskapi heilans að við erum eiginlega birtingamyndir einhverja boðefna sem að og það setja að mæla þetta og ég man eins og satt ég fyrirlestur þar sem maður var að fjalla þetta og fyrirlesturinn var að segja að það var hægt að einhvern tíma gætu við einangrað boðefnið eða hvað gerðist eða útskýrtað í gegnum boðefnin, hvað gerist þegar Haraldur rennur saman við alheimsvitundina og þá gætu við tekið það upp kannski svona og sagt að Haraldur, hér er Guð. Já, hér er Guð, hann er í þessu mólekúli. Þessu mólekúli. Þetta er kallað oft DMT-mólekúlið, en Hvað finnst þér þetta að vera, er þetta eitthvað svona bara eitthvað blindgata og eitthvað sturluna, einfeldningsleið sína? Það er þessi villutrú held ég að aðgreina efni og anda. Ég held að við þurfum að hugsa þetta sem eina heild en ég held að sko boðefnin, menn er alls konar að mæla einstök boðefni, menn er að mæla ýmsar virkni ákveðnum brautum, menn er að mæla ákveðnar stærð, ákveðnum kjörnum og velta fyrir sér hvort þetta er þessi orsök eða afleiðing vandan sem að sko þú ert að sjá hjá einstaklingnum og oft er ekki að vita hvort það er orsökin eða afleiðing. Alveg svo vitum að arfgengi sjúkdómar er einhverju leyti arbundir en geta kannski jafnvel líka verið áfallastreita forfeðrana skilu. Sem getur haft áhrif á DNA. Já, alveg sko, akkurat og ég vann til mis mikið í Bretlandi einmitt með 3. generasjón af gyðingum sem lentu í það sem bara sko bara rísastór ættir voru bara drefnar og kannski 1-2 lifðu af
og þetta voru einstaklingar sem áttu bara mjög erfitt og einmitt þessi karlhópur sem ég var að segja frá meirihluti þetta voru þarna gyðingar og þeir áttu við mikla erfiðleika og þarna þarf maður að fara svolítið út úr rammanum að þjáning einstaklingsins ekki bara hans, hann líka þjáning forfeðrana, hann þjáning fjölskyldunar, hann þjáning þjóðfélagsins. Það svo margt sem kemur inn. Ég er að reyna að fanga því að útskýra hvernig heimurinn en síðan eins og núna að þá driftar svona þessi burtu að þú ert læknir og þú þarf að sinna sjúklingnum og þá kannski skiptir ekki alltaf máli hvort það sé ykkur svör við stóru spurningunum heldur þarf læknirinn bara að sinna sjúklingnum þannig honum líður betur án þess að kannski geta svarað þessu spurningum. Jú, sko ég held að fólk kemur náttúrulega með þjáningu og mjög vandamál. Þú þarf náttúrulega að vera sannur áheyrandi og bara vera sannur áhörandi sem við kallum empathy á ensku, það minnstakosti 75% af árangri allra inngripa, hvort það eru sálfræðilega efnisleg. Sko þannig að ef að þú getur verið til staðar og þetta, ég var náttúrulega kennari fyrir geðlæknis nema í Bretlandi og þetta kendi maður nemanum og kendi maður að mæla sig og mæla hjá sjúklingu og þeir voru góðir í að sína hjarta sitt og áheyrn og svo framvegis. Þetta þetta bara stærsta lækningatækið, ekki bara hjá geðlæknum, hjá öllum læknum og eiginlega bara öllu fólki. Þetta það mikilvægast í öllum samskiptum. Það verður eitthvað góðan andlega kjarna og einhverja innri kyrrð, þá getur gert þetta betur heldur en annars. Ef þú ert í hjóminu og svífur yfir þeinum eigin tilfinningum, átt ekki þinn líkam og tilfinningar, þá finnur einstaklingur þetta fljótt. Að þessi einstaklingur ekki að hlusta á sjálfa sig, hvernig getur hann hlusta á mig? Þetta svona ómeðvituð tilfinning sem fólk fær í viðtölum. Þetta auðvitað bara aðalatrið í öllir læknisfræði og náttúrulega mest í geðlæknisfræði. Það ekkert eins verðmætt eins og bara þetta eitt. Og virkar það líka þannig að þú getur ekki hlustað á þig ef þú hlustar ekki á hann? Já. Það það sama. Já, og það eitt af því sem við lærum. Ja, maður fer ekki að hlustar á sjálfan sig í 13 ár og kemur svo fullfærum að hlusta á aðra. Já, og maður þarf að halda áfram að hlusta á sig og þetta eitt af því sem að Freud kennir og freudíska hefðin, við kallum þetta meta-consciousness, að í viðtalinu þá hlustar ekki bara á það sem einstaklingur segir eða tjáir sér með andliti og augum og höndum, heldur þú getur til hvernig hann líður, en þú hlustar líka á hvaða tilfinningar vakna í þér þegar þú situr með honum og hvort að þær tilfinningar geti verið þínar eða hans, eða hvort að ef þessar tilfinningar óinu sterkar, hvort að það séu að varpa ykkur inn í fortíðina. Þannig að þarna þarf að vera svolítið fimur að sitja og hlusta á þig og viðkomandi. Og þú skiptir máli þegar þú hlustar. Já, þú skiptir miklu máli og þín afstæð og þín kyrrð og einmitt þetta meta-consciousness, að þetta að hafa þögn og ákveðna fjarlæg við þig en samt vera nálægur. Þetta kannski svolítið snúið en þetta svona, þetta listgreinin. Haraldur næmi og hann fer síðan í menntaskóla og háskóla og lærir tauga lífsfræði eða hvað? Já. Og fer síðan út í héruð og kynnist þar raunveruleika lífsins. Algjörlega. Og það verður fyrir þá okkur í köllunum að það sé hægt að vera heilari eða læknari og þá ferðu til Bretlands og samkvæmt sögunni að þá ætti það að gerast að þar verður það til að þú getur nýtt alla þessa reynslu, andlegu reynsluna og þekkinguna til þess að búa til læknin. Jú, það má kannski segja það að ég, þegar ég er orðinn útskrifaður og sérfræðingur og ég fyrst
þá fer ég að hafa áhuga áfram á áfallastreitunni og svo kallar persónuleikaröskun sem raun og veru alvarleg flókin áfallastreita og ég rak í 7 ár sko efstastigs þjónustu fyrir konur með mjög mikla áfallastreitu sem eru einn veikustu sjúklingar í Bretlandi, bara fáeina deildir slíkar í Bretlandi og þar þurfti maður að beita öllum þekkingum, næringu, hreyfingu, hópvinnu, einstaklingsvinnu, áfallavinnu, allir í þekkingu á geðlyfjafræðinni og svo framvegis. Þetta var mjög tólin í bókinni og smíða nokkur ný og smíða nokkur ný og við vorum einmitt að færa okkur upp á skaftið að nota það sem var nýjasta þarna en það má kannski segja að þessi andlegi næmi Haraldur var ennþá ekki alveg búinn að finna sjálfum sig Þannig þú hefur haldið honum niðri hann var að trufla eitthvað sem þinn feril hann fekk ekki að blómstra Nei. Og hvað, allan tíma sem þú varst úti? Já, og það kannski ástæðan fyrir ég fer heim ég er búinn að vera þarna eiginlega næstu 20 ár með lifum í Bretlandi og það kannski segir meira mig en Bretana en ég átti fullt af kunningjum en einhvern veginn fannst mér ég ekki ná eins mikið tengsl við náttúrun og landið og fólkið eins og ég ger heim á Íslandi þannig að ég hafði öll árin og það er lígilegt að segja heimþrá upp einhvern einasta dag svo svona 2-3 árum eftir að áður en ég flytt heim þá finn ég það að það er fyrir lengra á milli og þá fer ég að hugsa býttu nú við sko, ef ég fer ekki að gera eitthvað í þessu þá ílendist ég í Bretlandi En er ekki jákvætt að líði lengra á milli heimþrá að kasta? Nei, mér fannst bara Þetta var eitthvað mikilvægt í því? Þetta var mjög mikilvægt í hjarta mínu, sko. En hvað er það sem þú þráir þegar maður er með heimþrá? Stundum finnst manni, ég beði að hilsa hjá Jónasi og fleira, að hann er ekki að lýsa neinu Íslandi sem er til, að það verði til sérstakt Ísland í haustnum og Íslendingu þegar þeir eru í útlöndum. Já. Og þeir sé að þrá eitthvað sem að gæti verið eða hafi verið eða... Ég kannski... Það þrá eitthvað sérstakt? Já, það er, sko... Það er, ef ég á bara að lýsa sko mínu tilfinningu og þetta er nú, ef ég sæki nú aftur í tíbeska búddismann, það er þessi hugmyndum rýmið. Þetta hafið sem við siglum í, sko. Að rýmið á Íslandi, það er ykkur heiðríkja. Það var landið. Það er landið. Man sér langt. Já, og þá er ekki að tala blái litur verður einhvern veginn svo sérstakur Já, en líka bara heiðríkja hugans það er eins og að þið andlega rými eða vitunda rými landsins er einhvern veginn svo yndislegt hér á ég heima Þetta er nú kannski ekki svona þetta er ekki líkt sjálfsmið þjóðarinnar sem að lítur á sig sem þraskjarna smábændur Já, en ef við förum aftur til heiðninnar að þá var alveg fram yfir lútersku aðal iðkun heiðinamanna sem er blótuð og laun fram eftir öldum var það sem kallaðir útiseta. Þetta er minnst að þetta svolítið í Völuspá þegar völvan segir ein satt hún úti þegar hinn aldni kom að við höfum þetta eitthvað í okkur að á Íslandi og kannski allstaðar en hjá Íslandingum örglega að við finnum ákveðna fyllingu að vera bara úti í náttúrinni vera í þessu landi, horfa á fjöllin okkar tengjast þessari tilveru hérna og hérna já og þú gerði það og þú gerði það ég gerði það ýmsar aðra hliðar á því sko en já, það er mjög mikilvægt í mér sko Og þú talaði sambandi við það líðan og eitthvað fleira, þá nefnuru hreyfingu og maður verið að sinna hylkinu. Já, akkurat. Og það að vera úti að þá er það líklega loftið. Anda fersku lofti og hreyfa sig og við höfum öll þörf fyrir bara mikill hreyfingu alla daga. Var það sem þú mælir með ef við kemum til þín
þunglindur og kvíðinn og segir mig þá að fara í góðan göngutúr og setjast á stein ég svolítið prakkari og ég nota svolítið húmorinn í mínum viðtölum og ég segi við því fólki sem kemur til mín að það þurfi svona aðeins að hreyfa sig meira ef mann er þunglinda þá sé nú eiginlega lágmark að hreyfa sig 5 klukkutíma á dag sem að henni þunglinda finnst bara óbærilegt og ég segi bara taktu strætónir og hlem og takt hann svo heim 5 tímum seinna og bara rölti niður Laugaveginn og kíktu í búðir og fáðu þig kaffisopa en þú mátt ekki fara heim fyrir en þú er búin að taka 5 tíma og líður fólk? Já, við tókum eftir þessu á heilsuhælinu að þar kom fólk náttúrulega, við höfum geðið til mig þar og þar kom fólk inn jafnvel í alvarlegu þunglindi og oft kannski mismikið hrifið fyrir allir svona náttúrufæði og allir þessu útiveru og svona en maður sá bara oft eftir 1 viku það var bara gjörbreytt ástand hjá fólkinu það var samfélagið, það var útivistinn og bara ró og rútína að það breytti bara mjög miklu Þetta var nú aðferð sem að notuð á miðöldum og fólk nýti sér meira núna er að bara ganga sér til heilsu Já Akkurat, fara Jakobsveginn. Já, fólk halda að það sé að vera að ganga sér til einhverju helgiskríni en auðvitað er að leiðin sem er lausnin en ekki endastafurinn. Það ferliðin ekki hvert er farið. Já. Þannig þú skilur lækninguna í slíkum ráðleggingum miðaldafólks. Mjög mikið, já. Mjög mikið. Það er bara að labba af stað. Og auðvitað, í þunglindi þunglindi má kannski tengja einhvers konar áfallastreitu hugurinn verður upptekinn af einhverju í fortíðinni sem er óbærilegt að einhverju leyti og gefur með alls konar ásakanir og dvelur við það nótt og 19 dag dreymir bara vonda hluti og svo framvegis og þetta er nú partur af hugræðinni atferlismeðferð að beina athyglinni að öðru það að dvelja við þetta gerði veikari Þannig að hugurinn þarf að velja sér önnur viðfangsefni. Það að draga dauðan og djöfulinn inn í miðpunkt vitundarinnar gerir því veikan. Þú út í Bretlandi þá varst að fást við áfallastreitu og áföll fólks og það er svona fyrirbrigði sem að við ræðum meira núna heldur en fyrir 10 árum eða 20 árum, ég tala ekki fyrir 30 árum. Miklu meiri skilningur. Miklu meiri skilningur. Og er svolítið svona eins og það sé svona endurmat í gangi það þýði ekki að fjalla neina sjúkdóma nema að skoða áfallasögu viðkomandi og ég fel ekki bara þú kannast bara við rannsóknir áfallasögu íslenska kvenna að þú þarft eiginlega að rannsaka það og skilja það bara til þess að skilja bara stöðu kvenna í samfélagi. Jú. Ég kannski hef píldu hefðbundna skoðun að þessum málum. Ég snýði svo svolítið á hvolf. Áfallastreita er ekki vegna áfalla. Nei. Heldur vegna skertri hæfni til að höndla eitraða tilfinningar og minningar. Sumir myndi kannski segja akkurat öfugt að áfall valda skertri hæfni en ég held að grunnurinn sé skert hæfni og auðvitað þegar það fá allir áföll í lífinu. Ég vil ekki eins og tala um áföll, ég vil frekar tala um að við verðum öll fyrir þroskaverkefnum og sem er bara partur af lífinu og hæfni okkur til að mæta þeim og vaksa frá þeim og verða sterkari fyrir vikið er mismikil og fólki sem færa áfallastreitu er fyrst og fremst að fólk sem að mögulega ekki náttúrulega hefur gáfur til þess og þá þarfst að finna leiði til að bæta hæfni þeirra til þess að vinna úr þessum hlutum. En við erum bæði einstaklingar og svo erum við hópdýr þannig að getum við ekki þá líka sagt að þetta snýst líka hæfni samfélagsins til þess að styðja einstakling til þess að takast á við áföllum. Já, hæfni þjóðsins. Getur verið að við sem að vera lakar í því. Nú er það þannig að þú getur reynt í ykkur áfalli og í sjálfum sér er áhrifin sem áfalli verður fyrir þér ekki eitt vandamál. Það er að missa ástvinn eða verða fyrir áfalli, missa íbúðin eða starfið. Það er eðlilegt að þetta verði tilfinningarlega viðbröð við þessu. En
okkur hætti til þess að líta á minnsta frávik frá einhverju normal líðan sem einhver sjúkdómseinkenni og það er verið að ótað okkur að taka fyrir líf eða einhvern hanskotan til þess að komast yfir einhverja hjalla og einhverja. Getur ekki verið að við séum bara sem samfélag að verða slappar í því að styðja fólki til þess að mæta áföllum? Jú, ég held að mörg gömul samfélag, bara hugsa með svo Indlandi, sko, kona verður ekkja og hún klæðist á hvítu og hefur ákveðið status og virðing og stuðning, sko. Kannski gætu við sem eins og var hér, þá voru ekki gengu svartklæddar einhver tíma, ekki hvítar en svartklæddar. Já, akkurat. Það hefðu status og kannski viðurkenning. Kannski svolítið nánast andlitsmissir að standa ekki af sér áföll. Það er krafa til að standa af sér og beygja sig hvergi. Það er líka fjallað þannig bara sjúkdómsbaráttu fólks. Það er allir að heyja baráttu við krabbameinið. Já, eins og það séu fræðilegu möguleikjur sigri döðan. Jú, það gerir hendar margir sigra, en það er ekki alls ekki allir. En það er ekki í þinni hendi, sko. Það er ekki sá sem að tapar fyrir döðanum. Það var ekki vegna þess að hann barðist ekki nóg. Við getum ekki trúa því, eða það? Við tökum öll við döðanum og mörg með þakklæti. Það getur verið góð stund. Við tölum svolítið þetta að það er eins og að ef að við töpum fyrir döðanum að þá börðust við bara ekki nóg. Akkurat, það er uppgjöf frekar en sátt og friður. Þetta er partur að dauðaferlinu að auðvitað flestir verða reiðir og fara í uppreisn og eru ósátt við Guð og tilveruna en þegar nálgast þá eru flestir sem ná frið og sátt og þetta verður falleg stund. En má ég aðeins spyrja meira um áföll og áfallastreitu? Já. Af því það er oft samt við alls konar hluti, þá er alltaf, kemur spurning eins og segjum bara kynbundið ofbeldi. Já. Þá annars er meira því núna vegna þess að við tölum frekar það. Nákvæmlega. Og þess vegna erum við að tala eitthvað sem var falið áður. Já, akkurat. Eða það er bara meira þetta núna og við getum talað alveg eins bara einhver hrylling, bara fjöldamorð og eitthvað fleira. Það berast fréttirnar okkur frekar núna eða bara einfallega meira þetta? Og þá má ég spyrja áföllin og áfallastreituna. Já. Er meira, ef við núna fyrst að geta rætt þetta og þess vegna eru að opna einhverjar sem áður var ekki sýnilegt, eða getur verið að það sé einfallega meira áfallastreituröskuna því að við erum lakar í því að fást við áfallin? Já, ég held að sé bæði, sko, það eru rannsóknir sem sýna það að þetta hugtak sem heitir resilience eða þrautseigja. Siglan, sko, hún er mjög mikilvæg til að og það kannski, ef þú elst upp við mjög gott umhverfi og mikla hlýju og þarft aldrei að takast við erfiðleika að gera hluti sem eru erfiðir, þá ertu viðkvæmari heldur en annars að takast á við erfiðleika. Það er fræg rannsókn. Ástin getur drepið þig. Ástin getur drepið þig, sko. Bæði harkan og mildin, ástin og harkan eru eitruð ef þau fá að ráða ferðinni. Það þarf að finna jafnveg á milli tveggja. En þessi rannsókn sem að ég ætla að vitni er frá Tyrklandi og Bandaríkjunum, það er mun meiri áfallastreita hjá bandarískum hermennum heldur en tyrkneskum sem alast upp við kannski karlmannaveldi, hörku, skilur þannig að þeir fara út í lífið með annan hugsunarhátt og eru vanir að standa af sér erfiða hluti og þetta er eitt af, getum við sagt, þú myndist þarna upp að við sko, akkur við erum veikar í dag. Kannski erum við erum góð við börnun okkar en kannski erum við of góð við börnun okkar eða í þeirri merkingu að við gefum það ekki manndómspróf, gerum ekki kröfur. Það er nú skemmtilegt próf sko, sem að barnasálfræðingar nota sem oft er kallað bara prins Pólo prófið. Þú tekur einhvern á æsku árum og segir við hann, ég er hérna með prins Pólo, þú mátt eiga það. Og réttir á það, svo kipir hendurinn tilbaka og segir, en býttu nú við. Ef þú ert tilbúin að bíða í klukkutíma, þá máttu fá 2. Og við vitum það að þeir einstaklingar sem að velja það að fá 2 og bíða, þeim gengur betur í lífinu.
og þetta er partur af siglunni og ég held að það vanti í skólakerfið, í uppeldinu miklu meira af sigluþjálfun. Já. Eitt Prins Pólo er óholt og 2 er náttúrulega enn óholvari. Jú, alveg rétt sko. En það er... Þetta er talað þetta víðar í sambandi við sigluna, að það vanti í samfélagi. Þetta er talað þetta bara í sambandi við til dæmis hvernig heilbrigðiskerfin stóðu af sér COVID og það sem hafði verið mest af svona einkavæðingum og hagræðingakröfum langan tíma þess að verið að keyra kerfin á eins litlu kostnað og mögulegt var að þegar kom svona áfall þá er fólk að reyna að orða það hvað er það sem vantaði í kerfin, okkur brotnuðu sumstaðar eins og Norður Ítalíu, umönnun aldraðra á Spáni og bara margir hörmulegi hlutir sem að gerðust og þá erum menn að segja að það sem okkur vantaði er eiginlega segla í samfélagi, það sem að við getum skrællt alla hluti að innan, þannig að þeir standa góða tíð, en þegar það kemur verri tíð að þá vantar svona segluna og þetta birtist á margan hátt að starfsfólki fór kannski bara heim að því að skilgreindi hlutverk sitt þannig en þetta er nú samt grunnurinn að þjálfun heilbrigðis starfsfólks hjá læknum, hjúkrunarfræðingum við stöndum af okkur mjög mikla vinnu og á vinnustaðnum yfirleitt vinnu við umframgetu og svo kemur einhvern neyðarástand og þá bilar kerfið, stöndum ekki af okkur meir og það er ekki í heilbrigðiskerfinu það er bara allt og mikið vinnuálag allt og mikið fyrir yfirleitt flestar stéttir í heilbrigðiskerfinu En fyrir okkur almennt að þá ættu við að æfa okkur í að þola aðeins meiri Já, fara í köld böð þrautæfa erfiðar æfingar fasta vera kalt gera hluti sem að eru erfiðir til þess að ég veit og ég get En þessu getur oft fyllt eitthvað svona hroki sá sem að stendst þetta getur orðið alveg óbærilegur Akkurat, það vandinn með hörkun og vildina hvað er jafnvægið Það er eins og til þess að maður áhelst ekki að tala við fólk sem kemur úr sjóðsundi svona fyrstu hálftímana eftir það er bara naglar það er svo mótið Akkurat Já, það er nú þess að tværliðar, það þarf að finna jafnvægi. Mamma mín sagði að móðir sín hafi alltaf sagt að þú getur verið vondur við fólk með að vera góð við það. Já, mjög mikilvægt. Þannig að þú er sammála Dórótu ömmu minni. Algjörlega. Herðu, en við erum að rekja ævisögu, Haraldar. Hann er kominn frá Bretlandi eftir að hafa rekið deild aðstóðað konur í áfallastreitu og hann kemur til Íslands með svolítið vanræktan andlegan lítinn Harald sem ekki fengið mikla næringu frá úlísáðum og hvernig farnaði þessum tveimur Haraldum? Jú, þá fekk hann aftur að gera það sem hann hafði gaman af áður ég fer til Bretlands þá var ég með bara nánast frá úlíns árum vikulegan hugleiðslu hóp og þá byrjaði ég bara aftur í þeim gírnum og fór að sinna því og gefa mér tíma og stilla mig inn á landið og finna mig og verða meira ég. En þú ert að koma heim. Já. Hvernig tók heimið þér? Jú, það var bara yndislegt að koma heim. Það var náttúrulega fyrsta lagi atvinnulega séð og ég er ekki að gera lítið úr heilsuhælinu þess að ég fór að vinna. En það var eins og að fara í sumafrí ég var vanur að vakna bara kannski 5-6 á mótnana og koma heim að 10 kvöldin allavega síðustu árin þetta var klikku vinna og þarna fer maður bara í miklu eðlilegri vinnuritma og fór að njóta meira lífsins og samfélagsins við góða vini og þetta var og vinna á vinnustað, náttúrulega heilsustofnun er alveg yndislegu vinnustaður með fólk sem er þarna að vinna hugsjón og það er góð samvinna yndislegt umhverfi. Þú hefði nú að tíma bara fyrir alla þá Haralda sem að þú ert. Já, akkurat, þá fekk þessi næmi Haraldur að njóta sín En að því að fórst að vinna á heilsustofnun heitir það alltaf heilsustofnun í dag er kallað bara hælir. Heilsuhælið. Já.
sem veit ekki akkur sko orðið hæli fekk svona slæmt orða sig, líklega út af einhverju hryllingsmyndum bara. Já, akkurat. Menn urðu seinna feimni við það, ég held að vera 1991, þá var hælið lagt niður og stofnuði heilsustofnun. Já, en að mörguleit hæli bara í uppruna sínum. Hérna, já, eins og borg og öryggi og verndarstaður. Já. Þetta er gömul stofnun sem er rekin svona til hliðar við almenna heilbrigðiskerfi. Jú. Hvað gagnaði þessu hælinu? Er þetta gott? Já, er þetta merkilegt fyrirbæri? Þetta er mjög merkilegt fyrirbæri. Þetta er eins og kannski berklahælið, Reykjalundi og giktarhælið upphaflega á hælinu og svo er náttúrulega S.A.A. og aðrar hliðstæðar stofnanir voru stofnaðar fyrir löngu síðan þegar þessi þjónusta var ekki fyrir hendi og almannafé var notað, gjafir og svona þess að byggja upp þessar stofnanir. Þannig þetta var svona ákveðin hugsjón. Það var eins og þá var, þetta voru kannski ekki byggt alltaf á vísendalegum rannsóknum en ákveðnum hugmyndum heilsu sem voru í mjög mikið í gangi þarna fyrir og eftir stríð og sem við vitum í dag eru kannski bara ágætar en voru kannski litið niður á tíma því að það höfðu ekki góðan vísindalegan grunn en heilsuhæli er náttúrulega miklu meira heldur en bara útivera og grænmetisfæði. Það er samvera og það eru þarna fagfólk í hverju horni og kannski það sem að samfélagið er lagt mikið upp úr kvöldvöggum og stofum setja saman og spjalla og ganga saman úti og verið í náttúrunni. Að fyrir utan sérhæfða meðferð þá er þessi almenna meðferð mjög öflug til að rjúfa einangrunna og það er hluti þeirra sem koma þannig er eldra fólk sem oft er í mikið félags einangrun og það er bara eins og fá nýtt líf fyrir þetta fólk. Já. En af hverju varst þú ráðinn handa? Já, það er nú það sko. Þeir hafa verið með geðheilbrigðisteymi þarna, þeir eru með giktarteymi, verkjateymi, endurhæfingateymi og svo framvegis. Þannig að það vantaði þarna eitthvað til að leiða geðheilbrigðisteymið. Ég átti náttúrulega sögu þarna, bæði hafði pabbi minn unnið þarna fyrstu 3 ár ævi minnar, reyndar sem voru fyrstu 4 ára hælisins. Og ég hafði unnið þarna 3-4 ár meðfram háskólanáminu þessum vaktmaður og leysti af hjúkrunarfræðinga og ýmislegt þarna, þannig að ég þekkti staðinn vel og kunni að meta umhverfið. Ég hafði sótt nokkrum árum áður þarna og tróða svo tilbaka, þannig að þegar losnaði þarna staða þá var ýtt við mér að sækja aftur og bara var mjög vel tekið þar. Breyttirðu einhverju? Breytti ég einhverju? Já, sambandi við meðferðina eða hvað var? Já, það má ekki segja að það var allt annar hópur heldur en sem ég hafði sinnt. Ég hafði verið að sinna einu veikustu einstaklingum í Bretlandi og þarna var ég að sinna það sem við kallum minna veiku fólki sem þarf ekki að vera á sjúkrahúsi, fólki sem er kannski meira að leita að merkingu og jafnvægi og lífstílsbreytingum og svo framvegis. Þannig að það er mjög heilbrigt umhverfi fyrir fólk sem er í, það er ljótt að segja það, minni háttargröggum en með kannski verki og þreytu og þunglindi og kulnun sem getur gert af öryrkjum og óvinnufært. Þetta er alveg drauma umhverfi og miða við sko hefðbundið geðdeildar umhverfi er þetta náttúrulega bara himnaríki. En er þetta það sem við eigum að sinna hérna fólki í minni háttarkröggu svo þú segir, vegna þess að þá má beita bæði ódýrum aðferðum og kannski fyrirbyggja mikinn kostnað og mikla þjáningu? Nú ertu komin inn á aðal áhugamáli mitt í stuttumáli sagt að þá er talið að 30% skerðing á þjóðarframleiðslu allra vestræna ríkja sé vegna geðheilbrigðismála og þá eru ekki að tala dýrasta fólki sem er með kannski geðklofa og bípólar heldur hinnir sem eru miklu fleiri.
kannski 70-80% af þessu fólki fær aldrei geðheilbrigðisþjónustu. Þjónustan sem við veitum í dag þessum hópi er einstaklisbundin. Sú þjónusta er bæði of dýr og við höfum ekki starfskraft til að veita henni fyrir þennan hóp. Þannig að frá mínum bæjardyrum þurfum við bara að hugsa bara nýtt. Sko, ef við ætlum að bæta þjóðfélagið, skapa meiri lífshamingju hjá almenningi, þá verðum við bara að horfa til nýrra leiða, þó ekki nýrra. Málið snýst einfaldlega að leggja niður einstaklingsbundina meðferð, vera með einhvers konar dagþjónustu þar sem heildra nálgun er grundvöllurinn með náttúrulega eins mikill fagleg þekkingu og getur, en það sem meirihluti starfsliðsins er ekki heilbrigðisfagfólk, og það sem að unnið er með fræðsluhópum og úrvinnsluhópum, þarna er hægt að fyrir brotaverði, kannski 20% verði, eða jafnvel 15% verðinu, að veita þjónustu fyrir meiri hluti þessa hóp sem á við geðheilbrigðis vandastríða, og þar með hafa sko verulega áhrif á þessi 15% sem er að valda náttúrulega miklum kostnaði fyrir þjóðfélag og mikli vanlíðan og óhamingju sem þú byrjar að tala um. En hvað ertu ekki einstaklingsmiðu meðferð? En þá ef ég kæmi þarna inn í þessa stofnunina, það sem að væri alls konar fólk að vinna og ekki allt hjúkrunarfólk að lækna. Já. Er ég þá eins og ég sé bara að ganga í skóla samfélag? Eða? Já, það má ekki segja það. Svona það bara eins og vorum að tala um góða skóla. Bara eintómur hópatímar og engin engatími. Já, þá byrjum við að reyna að skilja. Við byrjum að reyna að skilja hver er vandiðinn frá mörgum sjónarhóðum. Fjárhagslegur, líkamlegur, andlegur, áfallasaga, og reyna að kortleggja öll hinn vandamál. Það er fyrsta, og þetta er þetta að gera í skólanum. Já. Og svo erum við á sama tíma að reyna að rjúfa kannski félagslega einangrun, bæta hreyfingu, bæta næringu, læra. Þetta er mjög svipað prógram og er bara á heilsuhælinu, en þetta þarf að gerast á ódýrarhátt fyrir miklu, miklu stærri hóp. Hælið væri hér með dagdeildir í öllum hverfum. Bara í öllum hverfum. Og í tengslum við öldrunarheimilin og já, akkurat einhverjum svona miðstöðum hverfana. Já, þetta er nákvæmlega. Og þetta er þá, getum við kallað hvað, félagslega lækningar? Já, þetta eru það. Þetta eru félagslega lækningar. Og hugmyndin þá svo heildrænar félagslega lækningar. Það sem er að mér er ekki enganlegt eða boðefna vandamál. Heldur getur að verið að ég sé bara veikur í hópdýrinu í mér. Já, og þú getur vel verið að hafa boðefna vandamál og getur vel verið að hafa einhvern argengan galla, en þú ert komið í umhverfi, og þeir er einn af mínum kennarum, professor Tæres, sem sagði þú skalt ekki vera að hugsa hvað er að fólki, þú er þetta að spyrja hvaða umhverfi þarf þessi einstaklingum til að vera heilbrigður. Svo þetta er góðu punktur í honum. Hann sneri sér á hvolf, sko. Hann kallaði þetta, hvað var orðið sem hann kallaði? Alveg dótti úr mér núna. En við getum kallað umhverfislækningar. Þannig að geðheilbrigðismál má miklu leyti laga ef þú skapar heilbrigðara umhverfi fyrir einstaklingana. Það er nú man ekki hvað hann heitir, það var jesúíta prestur sem var sálfræðingur sem var nú drepinn þarna í El Salvador, held ég. Hann talaði svona félagslega lækningar. Og hann var að benda á að ef maður tekir svona dæmi í dag að einstæð fátæk móðir sem er kvíðin, að það við höfum ekki að gefa henni lyf, við höfum bara að gefa henni peninga til þess að hún geti brauðfætt börnin sín. Við höfum svartur maður sem að finnur fyrir að hann fær ekki sama séns og aðrir á vinnustaðnum og verður svona eðlilega svolítið fjandsamur umhverfi sínu. Við getum ekki sett hann í gerðina atferlismeðferð eða sjálfstyrkingaprógram. Nei. Við þurfum að laga félagslega meinin sem að valda þessu. Akkurat. Þannig að þú ert á þessari línu svona cirka. Já, algjörlega. Félagslega lækningarnar skipta mjög miklu máli. En þær eru bara ekki notaðar? Nei. Og þetta er náttúrulega ætti að vera partur af skólakerfinu og kannski lífsins skóla sem heldur áfram.
En þú ert að tala þessi 15% sem þá ert ekki að tala svona bæpólar eða hvað við segja, svona klíniska sjúkdóma. Já, alvarlega. Hvað ertu að tala um? Ertu að tala um bara að ég er bara, þú veist, ég er bara undanfarin 10 ár hef ég bara ekki verið jafn svona góður og ég var áður, sko. Lífslogin minn er veikari og ég bara er ekki eins bjartsýnn. Það eru marga leiðir til að mæla þetta og menn greinir á hvaða leiðir eru best. Sko, hefðbundin að geðlæknar er að fara mjög ítalega yfir allt sviðið og mæla þunglindið og mæla kvíðan og mæla þráhyggjuna og mæla ADHD-ið og mæla áfallastreituna og mæla kulnunina og svo mæla einhverfurófið og mæla grindina. Og þetta getur verið gagnlegt. Það eru annars konar mælingar og það eru mælingar sem mæla bara hvernig þú ert að njóta þín í lífinu. Við kallum quality of life questionnaire, sko. Það segja oft meira og þetta er einmitt fyrir að nota núna í rannsóknum enn meira heldur en sérhæfðamælingar. Bara hvað ertu hamingjusamur, hvað getur gert? Hvað ertu hamlaður frekar en hvað enginn ertu með. Og þá ætti að aðlaga viðbrögðin við því. Já. Að bæta getu mína til að njóta mín. Akkurat. Til dæmis bara eins og í mínu starfi er að verða æmikilvægar að það eru einstaklingar sem að ég kalla að vera á einhverfurófinu sem að flestir kalla væga einhverfu eða Asperger syndrom eitthvað svoleiðis sem að maður sér mjög mikið fólk sem að margir eru með ADHD og kannski ekki allir en þeir eru kannski með eitthvað smá félagskvíða, þurfa svolítið rútínu, eru með fullkomna áróttu, þeir taka hlutinu svolítið bókstaflega við kannan fyrir áreitis og lyktum, ljósum og hávaða og erfitt með að höndla mikla breytingar. Ég sé fólk kannski bara 30 og það verður ástfangið og það giftist og svo eru komið 2 börn og það bara höndlar ekki lífið. Þetta var ekki lífsferil sem það var búið til þess að höndla. Og hvað á að gera? Ætlar að skilja og skilja börnin eftir, það getur það ekki. Það er komið í kringumstæður sem að það kemst ekki út úr og er alls ekki að höndla. En þú spyrir hvað á að gera? Já, það er erfitt. Það þarf nýtt umhverfi, en hvernig getur þjóðfélag styrkt þetta fólk til þess að eiga heilbrigt umhverfi? Það er vandamál, við hefum ekki lausnir. En þeir sem ekki eru komin að þennan stað og vita að þetta er þeirra viðkvæmni, þeir geta farið að hugsa hvernig lífi á ég að lifa, hvernig þarf ég að virða mína takmarkanir og njóta lífsins og gera það sem gaman er en í hófi og taka til greina takmarkanir sínar. En ég sitt hérna við rauðaborði og tala við alls konar fólk og tala við fólk svona lífsbaráttun og eitthvað fleira. Ótrúlega margir upplifa að þessu bara fastir á einhverju tannhjóli eða svona hamsturshjóli og þau þurfa bara að hlaupa. Og eins og þú orðar þetta núna, þú eru bara að stokka upp lífið þitt og aðlaga þannig að það sé rými fyrir þig allan tíma, þú ekki hafið tíma til einveru og svona þroska og þú talar sjálfur að njóta víðátturna í náttúruna en þú hafa tíma til þess að setja upp á einhverju fjalli og draga að þér ferskan vind og fólk segir við þig bara Haraldur minn, ég hef bara engan tíma í þetta. Akkurat. Ég er allan daginn að afla peninga til þess að ég missi ekki húsið mitt. Ég er 3 afborgunum húsinu frá því að missa það. Akkurat. Ég er þú kannast þetta. En þá er náttúrulega spurningin, þarftu svona stórt hús, þarftu svona dýran bíl, þarftu svona mikil föt, getur gefið þér aðhald, getur breytt verðmætamatið þínu, þannig að þú getur leyftir meira rými í lífinu. Það eru efstalagi sem getur valið það. En svo ertu komið með kannski þriðjungin af fólkinu sem er bara fátækramarkonum sem er á fátækramarkonum. Ég get ekki minka við mig, það er að stækka við mig til þess að ég komi 3. barninu fyrir. Akkurat, en þá er spurning ef þú ætlar að eiga meira en 1 barn eða getur átt barn getur þú lifa lífinu og áður hún ferð þangað hver eru möguleikar þín til að lifa lífinu? Það var þetta að segja að hinn fátæku get ekki leyft sér eignast börn bara hinn betur. Að þeir get ekki annað, Já, hvort er að vera á hamsturshjólinu eða að fá að njóta lífsins.
og hvort getur þú lagað þig einkanlega Já, eða einhvern tíma verður þú bara að horfast yfir að þú verður bara að laga samfélagið já og af því að ég er hérna pólitískt megin hérna og Jú. þú ert svona já, en svo er náttúrulega líka hitt sko að, og þetta er kannski partur úr þrautseginu og manndómsvíkslunni að þú getur þurft einhver ár, kannski milli 20 og 40, þar sem þú ert og getur og sýnir að þú hefur siglu en svo er kannski bara orðið gott. Og þetta getur verið að þetta sé, menn þurfa að segja að ákveðin tíma á lífsæfinu þá þarftu að vera hamstursjólinu og ef þú ætlar ekki að börn og alaðu upp en svo þarftu að draga í land og byrja að njóta. Já. Það þarf eitthvað að finna lausnir. Og taka við hlutverki sem wise old men að hætta, manndómsáriðin er að baki, Já, hættu að olbúa þig áfram út í lífsbarátunni já, já. og taktu þessu hlutverki, ekki bara fyrir þig persónulega, Nei, þetta þurfum við líka á fólki að halda sem að tekur aldrinum. Já, akkurat. Leifir sér andrými Já, því það er ekkert, það getur verið ótrúlega heimska fyrir 70 mann að hegða sér eins og þessi fertur. Já, já, akkurat. Ertu saman á því? Já, já, það verðmæta mati, þetta eru, getur við kall þroska áfangarnir, það eru þroska áfangar sem unga barn, sem barn, sem ungrúlingur, sem unglingur, sem 20, 30, það eru þroska verkefni þarna á hverjum aldur og ekki síður, þú veist, eftirleina aldurinn upp úr 60, sko, 70, átræðu, það eru allir sem að það er taka og íhuga á hverju stíi, sko. Já, og er nöðsynlegt til þess að sko samfélagið haldist og sé gott. Já, akkurat. Að fólk á öllum þessum aldurskeiðum Já. sinni því hlutverki sem Já. hentar því. Hlaup ekki bara áfram heldur að í alvöru, hvað eru verkefni sem nú liggja fyrir, sko. Já. En með þessi viðhorf, þegar þú horfir yfir samfélagið okkar, Já, að þá erum við samfélag sem erum bara á alvarlega rángri leið, lítur að vera, frá algjörlega. sjónarhóli Haraldar Já, algjörlega. og eru bara á hraðleið á að keyra á vegginn. Já, en það er svo náttúrulega svo skemmtilegt að við búum við svo hryllilegt fjármálakerfi og förum öll á hausinn sko á 10-15 ára fresti að svona 10-15 ára fresti kemur hamarinn í hausinn og segir, heyrðu, þú þarf nú að endurskoða verðmætamatið þitt. Já. Og þá kemur stuttur kabli Það kemur stuttur kabli. það sem allir gangi í lófapissum og Já. fara að baka brauð heima Já, já, og svo gleymist það eftir gleymist svona það. 1 ár. Já, Það er eins og upplifunin af andleri reynslu. já, það er að reyna að halda í þetta. Allt í þetta. Já, Ok, en í gegnum mannkísuna já, að þá hafa verið svona kerfi til að halda í þetta. Já. Það hafa verið svona einhver heilaleiki, það Já, er einhver skipulug trúabrögð, það er virðing fyrir forfeðrunum, Já. það er eitthvað svona í menningun okkar Algjörlega. sem hjálpar okkur stiður við að já, já. halda minningunum úr stuttuaugnablikunum. Og talum við ekki um frídaga. Og frídagar, já. En einhver leiti erum við að tapa þessu líka, við erum Já. svona eftir að leysast upp hjá okkur. Já, sem er bæði held ég gaglegt og slæmt. Ég held að þetta nú í trúarbragðasögunni er þetta oft kallað myndbrjóta tímabil, að við þurfum að mölva öll hugmyndakerfi niðurreglulega til þess að fara kjarnanum hvað skiptir máli og hvernig andleg, heildræn samfélög þurfum við að byggja upp. Við þurfum að búa til ný módelum hvað er þjóðfélag í jafnvægi, hvað er þjóðfélag sem er mannrækt, hvað er þjóðfélag sem að menn koma inn í og blómstra. Eins og sum þjóðfélag er byrjað að gera að mæla hamingju fólksins en ekki hagvöxtin. En einu sinni, kannski, var það þannig að þetta var verkefni stjórnmálana og stjórnmálinn snerust það að við vorum að ræða saman hvers svona samfélag við ætlum að byggja upp. Já. En það er svolítið langt síðan að stjórnmálum að fjalla þetta. Núna eru stjórnmálum mest að fjalla það að það sé ykkur ógn sem að steyðar að okkur og stjórnmálinn er að bjóðast til þess að verja okkur gagnvart þessar ógn. Það fer ekki mikið fyrir því hvernig samfélag við myndum vilja sjá þú veist, í framtíðinni. Nei, og stundu kemur eitthvað svona hugmyndur að við getum átt okkur að sérfræðinga að finna út úr því og segja okkur það, eða við trúum því að Elon Musk muni færa okkur það eða eitthvað slíkt. Eða eins og sumir gera að byrja að vinna almenningshópa sem spurði þessara spurninga og bara á hverjum tíma er mismunandi verðmætamat
fólk á mismundi stöðum varandi verðandi matið og það þetta búa, sko ég held að við getum aldrei gert ráð fyrir allir sem sama verðandi matið, en við getum kannski búið til 3 mismunandi hópa, þar sem að mismunandi áhersla á andleg og hugræn verkefni, tilfinningaleg og líkamleg verkefni og svo þjóðfélagsleg verkefni og alveg svo í pólitíkinni að búa til einhvers konar módel þar sem eru píldi átök milli þessara, nú Mars ánæður átök milli þessara hagsmunahópa. Já. Herðu, þú hættir á hælinu. Já. Og ert starfandi núna á stofu. Já. Og fólk kemur til þín með raunir sínar. Já. Og þú hjálpar þeim með tækni vestræna gælæninga. Já, já. Og austræns innsæs. Já, ég kenni líka svona bara hugrækt og í dag rek ég meiri hluta þjónustu minni í hópum og þá legg ég áherslu á svona hugræna við veitum hvað þetta núvitund og samkennd svo eitthvað aðeins hugræna skvatlis með þegar ég hef hann svona til hliðar sem bak. Er það svona eins og fólk fyrir ræktina og að pumpa æron hérna að það getur komið til þín og bara pumpa samkendina og það getur þjálfað hann á eftir? Staldra við, hæja á, skapa ákveðna fjarlægð, ég kalla þetta örnin. Fjarlægð hvert? Sjálfum sér. Aðal vandamálið í geðheilbrigðismálunum þú sjálfur. Þannig að helvítis egobaunin. Já, og þú fyrsta skrefið að læra að fara í góða fjarlægð frá sjálfum þér. Ég þess að kalla þetta örnin, svífa hátt yfir. Sjá sig í fjarlægð, taka sig ekki hátilega, jafnvel vera svolítið kaldlindu gagvað sjálfur sér allavega til að byrja með, til þess að gera kröfur til að þú náir ákveðni fjarlægð, svo þú geti stíð út úr storminum. Þegar þú er búin að ná því, þá þarf þetta að koma nær og þykja væntum þennan koll og þetta hjarta og þennan líkama, en heldur ekki taka þátt í storminum. Þannig að það er ákveðna kyrrð, en ákveðna velvild og góðvild en líka ákveðna fjarlægð. Þannig að þau voru að tala um aldurinn. Já. Að einhver leiti gerist þetta með aldrinum að svona maður nennir egóinu síður. Ég hef svona stundu sagt þetta að ég nenni ekki að vera sko leikskáldið og aðaleikarin og leikstjórin í mínu lífi. Akkurat. Og ég kann orðið bara betur við að sitja þetta mjög aftarlega í salnum og horfa bara á þetta. Akkurat. Og bara sjá hvernig mér farnast í þessari senu. Akkurat. Þetta skiptir mig alltaf minna máli. Þroskaverkefnið. Það er komið áleiðis. Já, nú ert þú komin á tíma að vera væsold menn eins og Jung segir. Já. En ertu þá ekki að reyna að koma þínu svona þessari sín, eitthvað svona egóinu sem að tilheyrir eldri manni. Þeir sem að geta handla það. Upp á yngra fólk. Jú, þeir sem að geta handla það. Já. En alltaf fólk sem að yngra fólk sumt komið í ógöngur. Já. Og þá verður það að nota aðra leiðir, sko. Já. Og endur skoða sitt líf eða ætlar ekki að steypa sér í glötun, steypa sér í endalaus vandræði og getur þurft time out frá lífsbardaganum sko og býða með segluverkefnin. Og er þetta þá einhver leiti að geta svona hlýða ekki ego en geta sagt við sjálfan sig æ góði Smári það er partur af því sko. Þú er nú búin að stinga upp á svona hlutum áður og það fór ekki vel. Það er sko, þetta er náttúrulega aldrei einfalt. Eitt af mikilvægastu hlutunum sem að fólk þarf að læra er það sem ég kalla tilfinningalega greind og tilfinningalega tjáningu. Bara eins einfalt og það er að fara daglega yfir hvaða tilfinningar vöknuðu síðasta sólarhringinn og deila það með maka sínum eða vini sínum án þess að vera með ásakanir eða eitthvað svoleiðis. Það að geta sjálfur eða fyrir annan heiðra það sem vaknar án þess að dæma. Heiðra það sem vaknar, hvað er það? Það eru bara, þú eru reiður og pirraður og leiður og ómögulegur og glaður og allavega alla þessi viðbröð sem sjálfið upplifir á sólarhringsferðalaginu. Ef við erum í þeirri afstöðu við þessa reynslu að okkur líkar illa við viðbröðin okkar, þá skapast mótstaða og vanlíðan, en ef við getum umbörða meira og meira, þá verður það minna. Eins og við segjum sko að til þess að breyta hlutunum verða þeir að mega vera. Það er þversögn. Þannig ef þú situr í sófanum
svona þokkalega og óanaði með sjálfa þig Já. að það að vita af því Já, að það er skömmin í skara. já, vita af því og geta leyft því að vera. Fyrir gefið. Já, það má Fyrir vera. gefið er breyskleikan. Já, akkurat. Hafa svona bæði áhorf og samkennd akkvært þessu, frekar en að hafa eiginlega óyndi ofan í óyndi, höfnun ofan í höfnun, sko. Þannig þú ert ekki boðberið þess sem maður heyrir oft hérna núna svona boðskapin ífrjálsvíkjunar að við skulum ætíð vera besta útgáfan sjálfum okkur. Já. Er krafa nóg mikil á okkur að Við þurfum öllega að drauma. Þetta snýst ekki um það, þetta hjá hérna, þessi að vera alltaf besta útgáfan sjálfum sér. Nei. Það er eins og það gerir svo að vera með svona boss yfir sér. Sem að akkurat. Og það er þessi fullkomna árátta sem að við höfum í þjóðfélaginu. Við erum öll að vera flott og fín og rík og vel til höfð og vel greidd og klift og vel mentuð og svo framvegis. Og ef við erum ekki það, þá erum við ekki bjóðandi í þjóðfélaginu. Við þurfum að virða alla á öllum stöðunum og jafnt, ekki endilega þá sem eru búin að berjast áfram og komast þér á toppin. Þeir eru ekkit endilega, þeir líður endilega ekkit betur og jafnvel nema síður sé. Er það að þú ert í það sem einu sem heitir Guðsbyggifélagið? Já, nú heitir Lífsbyggifélagið, sem núna heitir Lífsbyggifélagið. Já, akkur var þið breytt nafninu? Já, þeir sem að réðu á þeim tíma voru hræddir við Guðshugtakið. Já, því lappa fram í húsinu þá finnst mér alltaf að vera Guðsbyggifélagið. Já, það er alltaf skemmt. Og bein þýðing á hugtakinu. Hugtakið er mjög gamalt og kemur frá Egyptalandi. Fæðist í hugmyndafræði neoplatonisma sem var svona grautarpottur af bæði grísku og egypsku og frá Mesopotamíu og Indlandi og víðar og hugmyndum þar sem menn voru að skoða þessi þroskaverkefni og finna leiðir til þess að fá frið í sálina og kölluðu þetta markmið að finna friðin í sálinni, kölluðu þeosófíu eða hérna guðlegu visku eða guðlega ástand, sko. Og þaðan kemur þetta hugmynd, þannig að í takt við einmitt neoplatonismans þá er þetta ekki félag með neinarkenningar, heldur bara með þrjár reglur. Það er að spyrja og leita og iðka. Og samfélag fyrir og samfélag, og eiga samfélag, sko. Hann heitir söfnuður. Já, í þeirri merkingu, en kannski svolítið eins og sko nýaldarhyggju, það er hver sinn æðstibrestur. Það er engin æðstibrestur. Það hver er að leita, og þetta er einmitt mikið í hindúismannum og er grunnatriði í sko Lífsbyggifélaginu, að við erum öll mismunandi, við þurfum að heiðra mismunin og við þurfum að skoða okkar persónlegu þroskaverkefni og við þurfum að prófa okkur áfram og reyna að skilja okkur og skilja aðra og velja okkur leiðir sem okkur henda á líkar vel, sko. Oft er svona kýtingur á milli fólks er bara ósætti við að fólk er bara sálarlíf fólks er bara ólíkt raðað upp, sko. Það er ólíkur grunnur sem að liggur inn í og oft er fólk bara að kýta eitthvað sem að sem er bara... Þannig við hvetjum fólk til að skoða og ræða og svona jafnvel kappræða leiðir og hugmyndir og aðferðir, sko. Herðu, Næmi Haraldur, hann kom aftur til Íslands. Hérna hefur hann hefur orðið fyrir andlegri reynslu? Já, alltaf á til. Já. Ég hvað á ég að segja, sko já ég verð fyrir mjög sko eiginlega sem barn átti ég mikið draumfarir og í þessum draumförum fór ég víð land og mætti vitundarverum í landinu og þetta er orðið mér mikilvægara eftir sem ég verð eldri þannig að Þannig að þið hlakka til að fara að sofa? Já, og ég get líka gert þetta í vöku. Já, og það er þessi hugmyndum að allt er vakandi.
hvort sem það er grjótið eða himinin eða skýið eða áin, að það er eins og það sé eitthvað sem vakir í öllu og að vera partur af þessu sem vakir, það er bara yndislegt, að nærandi. Og þú tilir í slíkum heimi. Þú ert til úr sama efni og akkurat. Ég er svona, þú ert heima. Ég er svolítið náttúruvera. Ég er svona náttúrandi einhverstaður upp í fjalli. En nú hérna notar fólk hugvíkandi efni til þess að öðlast andlega reynslu, til þess að komast út úr egóinu þessari hörðum netu. Akkurat, sko. Hefur þú notað það? Já, ég hef notað það. Ég hef náttúrulega verið alveg svona blá edru alla mín ævi, hvorki rektið að drukkið að notið nokkuð skonar. En leggst í LSD á öðru árum? Aldrei pröfað LSD, nei, en sko fyrir eitthvað 4-5 árum kemur til minn einstaklingu, það var einstaklingu hjá mér í meðferð í nokkur ár og ég gaf honum allt sem ég kunni og það lagaði ekki neitt. Svo hann sagði við mig bara, Haraldur, það er bara rusl, þetta sem úr það að gefa mér, ég er farinn. Og ég ætla að pröfa eitthvað allt annað og ég segi bara, já, láttu mig fylgjast með. Svo kemur hann bara mánuðið setna og það er ekkert á honum. Heyrðu, nú hef ég áhuga. Hvað varst það að þetta gera? Og hann sem sagt var að nota sveppi og þá fór ég alveg að kafa að kynna mér þetta og hef bara síðan bara verið að kynna mér þetta og farið í ýmiss konar meðferðir og til dæmis fór ég í meðferð. Þetta er ekki löglegt víða en ég fór til Amsterdam þar sem svona meðferðir eru löglegar og átti alveg bara unaðslega sko meðferð, fór í 8 tíma sálfræðitíma fyrst, gera upp líf mitt og kannski vaksta verkefni sem ég hafði kannski minnst klárað á barn- og unglingsárum og hjá mér var það kannski, eins og við höfum svolítið minnst á, kannski pínlega einsemd eða það sé allavega einsemd út á við og hérna og svo fæ ég þarna truflurnar sem eru löglegar hann í Amsterdam og fer í ferðalag og það kemur til mín í þessu ferðalagi bara, ég man ekki hvort það voru 9 rauðklæddar konur og það standi í kringum mig og það streymdi frá þeim bara óumræðileg elska þannig að ég eiginlega bara grét og hérna og þetta stóði nokkra klukkutíma og ég bara sagði í þessa 8 klukkutíma sem þarna var að því að maður var svolítið handan við tíma og rúm og maður var svolítið handan við sjálfan sig og orðafari var svolítið í takt við það og ég sagði alltaf bara this body has been loved að þessi líkami, þessi vera, ekki ég heldur þessi líkami hefur þegið elskuna og þetta var náttúrulega bara alveg ótrúleg reynsla. Þetta getur við kallað, eins og ég myndi segja, andleg reynsla að komast í einhver svona hafsjó af nærandi elsku sem fer alveg í merg og bein. Ég fór núna nýverið til núna í desember til Perú það sem þetta er svona löglegt og ég fór upp í Andesfjöllin í 3300 metra hæð og fór í læri hjá einum af elstu sjamanum Perúbúa og fekk vachuma eða San Pedro kaktus á hverjum degi í 10 daga og það fór fram að maður svona fór á fætur og fekk sér morgunmand og svo meðan daga þá tók maður seiðið sem var alveg hrikalega vond á bragðið og svo slaka maður bara á svona aðeins, tók svo þetta rólega og eftir svona 3-4 tíma þá fór maður í böðin, það voru þarna heit náttúruböð og maður sat þar svona 6-8 klukkutíma bara út í náttúrunni undir stórum trjám og hestar og kýr og geitur og að ganga frá og áin rann fram hjá og maður var þarna bara einhvers konar núvitund þarna í 10 daga og það fylgdi þessu svona einhvers konar botlaus friðsæld
og tærleiki hugans og það var eins og lífi mann, þetta var eins og örnin sko, maður komin einhvern veginn á svo góðan stað, það var með ólíkindum og þetta eins og hefur verið lýst með sko þessi lyf, þessi sem við kallaði líka sjamanum plöntu kennara, þetta getur verið bara með því verðmætasta sem maður upplýður á ævileiðinni sko. Svo kemur náttúrulega hinnu, hvernig kemur með þetta tilbaka sem er nú miservitt og maður kemur oft bara inn í miðjan stormin þegar maður kemur heim en samt maður býr að þessu. Já. Svo getur maður bara farið aftur. Og það eru náttúrulega rannsóknir og við vorum einmitt í Lífsbyggifélagi núna fyrir mánuði síðan með sko vinnuhelgi í 3 daga mikilvægir andlegri heilsu fyrir hamingjuna og hvað andleg reynsla hefur áhrif á geðheilsu og þannig að það er búið að gera náttúrulega mjög mikið að rannsóknum sérstaklega síðustu 15 árin á mörgum þessum plöntukennurum eins og ayahuasca, ketamin, psilocybin-sveppunum og MDMA og fleiri efnum og þá er andleg reynsla mismikil, ayahuasca gefur langmest, svona 80% sem fara í hana verða mjög djúpsnortnir, ketamin aðeins minna, sveppirnir aðeins minna og MDMA langmest, það fer kannski niður í 30%. En það kemur í ljós í þessu rannsóknum að þessi andlega reynsla fyrir suma skiptir sköpum að ná andlegri heilsu. Með MDMA skiptir það minnstu því að það er áherslan meira á sálfræðilega úrvinnslu í ferðaleginu heldur en andlegu reynslunni sko. Hjálpar það ekki til þess að horfast í augu við tiltekna atburði og reynslu? Já, akkurat, það er meira bara svona hefðbundni sálfræðilega vinna með hugarástandi sem er mun hæfara heldur en daglegt ástand. Þú ert auðveldara með heiðra tilfinningagreindin 1000-faldast þarna í einhverja 6 tíma og þú ert miklu hæfari að taka utan það sem þú hatar og vilt ekki og ert í afneitun og svo framvegis. Meðan sko andlega reynslan er einhvern veginn að ná tengslum við þetta dýfsta í okkur og þá hættu að taka egoið okkur sjálf svona hátíðlega og þó að vandamáli sé ekki leyst að það bara skiptaði ekki eins miklu máli. Þú talaður vendarengla sem að fylgdu þér, þú varst barn. Já. Og þú talar voru það 9 rauðklæddar konur eða? Hvað segirðu? Voru það 9 rauðklæddar konur sem að þú fannst fyrir í reynslunni? Já. Endalausri, botnlausri ást. Já, algjörlega. Þetta er svona merki svona hið góða afl. Já. Þá lítur líka að vera til hið illa. Já, og það kemur einmitt upp í... Er það egoið eða? Eða er hið illa svona ytra afl? Já, ég held að það sem við köllum gott og illt er í okkur öllum, ég meina það er ekki einhver stríð til að þá er fólk verið að drepa nágranna sín og binda og nauðga. Það stutt í villidýrið í okkur og það má kannski segja að villidýrið er nauðsynlegt fyrir okkur til að lifa af sérstaklega erfiðum tímum með lögum og reglum og siðferðismenntun og þá getum við sett mörk við villidýrið í samfélaginu. Gefið lífi líka til að halda einniðri? Já, akkurat sko. En ef við virðum ekki villidýrið í okkur þá og reiðin, og þetta sjáum við líka bara í geðheilbrigðismálum sko, ef að þú elst upp þar sem þú mátt ekki tjá þig og mátt ekki vera reiður að þá ertu svolítið bæklaður, þá verður þú þreyttur og vannmáttugur með lága sjálfsmynd sko, við þurfum að rétta úr okkur, við þurfum að berja á brjóst og öskra og vera villidýrið stundum til þess að vera heilbrigð. En þú lýsir hinu góða sem svona verum. Já. Getur þú séð fyrir þér veru hins illa? Já, við erum alltaf alin upp í kristnum heimi við djöfulinn sem er í raun og veru sko oft sett sem svona einhvers konar geit maður með hófa og hafur horn á hausnum sko og þetta er náttúrulega sótt í dýrarhingin, þetta er náttúrulega bara vera fættur í hérna stengindin skilur og við ræðum mikið
þennan kraft sem stendur fyrir hamslausa greddu og sjálfsmiðaða hugsun og svoleiðis. Frá mínu bæðurum alveg svo við vorum í upphafi að tala Satan er náttúrulega hrókin, hann er miðaður, en ég held að sko þetta góð og illa, þetta elskandi og þetta kannski nautna og vald miðaða afl eru bæði lífsnauðsynleg. Þau eru bara ill, þar að segja að þau eru bara að skapa ójafnvægi ef þau taka völdin. Ef þau eru partur úr kerfinu, þá eru þau frábær. Og ég er sko að móti að svona demonisera eitthvað sem í manninum. Það partur af að hafna eðlinu í manninum. Við þurfum að elska alla partana og virða þá. Við þurfum bara að gefa þeim sess. Allt er heim á sínum stað. Þú nefndir kristnina. Já. Martin Luther. Já. Hann vildi verða besta útgáfan á sjálfum sér sem ungur og var með linnulausar kröfur hvað þetta að gera. Já. Og svo hann að labba, ég man nú ekki slóðana sem hann var að labba eitthvað upp á heiði og þá brotnar hann undan þessu. Já. Hann kemst að því að hann getur ekki lifað með þetta. Nei. Og hann lýsir svo einhvern veginn þannig að það sé ekki hægt að lifa með hinn reiða Guð yfir sér, sem Guð lögmálsins. Því hann getur alltaf hugsað eitthvað að þú getur verið betri en þú er, þú stendst aldrei undir því. Þannig að þú reynir að standa undir þessum kröfum og það verður að gjalli. Og þess vegna verður að geta tekið við fagnaðarerindinu sem er fyrirgefningin. En þú verður að vita sko hvar þú átt að geyma þetta. Og þá það, segir Martin Luther, að þú verður að geyma fagnaðarerindi í samviskunni og aldrei hleypa Guði lögmálsins þar inn því hann dæmir þig. En ef þú verður að ráða lögreglustjóra í þorpið, þá þýðir ekkert að ráða fagnaðarerindi því hann sleppur öllu lausum. Þannig að það verður að hafa Guði lögmálsins. Þannig að meiri sér kristir eru menn að reyna að orða með einhverjum hætti, hvernig þú lætur þessu ólíku þætti vinna saman. Ég má vitna í goðið mitt sem er Carl Gustav Jung. Hann orðar þetta þannig að í manninum býr eitthvað yndislegt, það skipti ýmsa parta, gríman, sanna sjálfið, egóið, en líka það sem að kalla skugginn og það sem að kallar eiginlega guðlega andstæðin, prinsessan, gyðjan eða guðinn eða eitthvað svoleiðis sko. En hann segir skugginn í okkur, hann er svo stór að við getum aldrei listan kláraðan. Og jú, við getum unnið eitthvað með áföllin hans og eitthvað svoleiðis, en hann er botnlaus. Og þó að þú klárir allt þetta persónulega, þá er öll þjáning og öll vandamál alls sem lifir. Þannig það er takmarkalugur hafsjóra myrkri. Og hann segir sko að þetta snýst bara að virðan, heiðran, vinna úr það sem hann gefur okkur en setja honum bara mörk. Og með óumræðilegri elsku og visku þá verður hann bærilegur. Og það er mitt fullkomna átt, hann vill bara vera í ljósinu en það er bara ekki hægt. Fullkomna átt eiginlega drepur þig. Herðu Haraldur, takk fyrir að koma hérna og spjalla við mig við rauðaborðið í helgispjalli. Já, takk kærlega. Þessum laugadegi. Og hlustundu þakka ég kærlega fyrir að staldra hérna við og bendi ykkur á að rauðaborðið er á virkundugum og á næsta laugadag verður nýtt helgispjall. Gleðilega páska. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar er hnappur